Komið sæl og blessuð og velkomin til þessarar guðsþjónustu í Lindakirkju í dag, bæði þið sem að sitjið við viðtækin og eins þið sem að fylgist með í streymin okkar í gegnum lindakirkja.is eða Facebook síðu Lindakirkju. En frá því COVID höfum við haft þá venju hér í Lindakirkju að streyma öllum guðsþjónustum og erum þakklátt fyrir þau öll sem að fylgjast með á þann máta. En við skulum hefja þessar stundir eins og við gerum alltaf í kirkjum landsins á því að signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Dagi sem eitt andartak í einu, heilin á þín Faðir gefur mér. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Sem vil
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Fyrri ritningalesturinn úr 5. Mósebók, 10. kafla, 17. til 21. vers. Því að Drottinn, Guð ykkar, Guð, Guðana og Drottinn drottnanna. Hann hinn mikli Guð, hetjan og ógnvaldurinn, sem gerir sér engan mannamun og þykkur ekki mútur. Hann rekur réttar munaðarleysingjans og ekkjunar og sýnir aðkomumanninum kærleika og gefur honum fæði og klæði. Þið skuluð því sjálfir elska aðkomumannin, því að þið voru sjálfir aðkomumenn í Egyptalandi. Þú skalt óttast Drottinn Guð þinn, þú skalt þjóna honum og vera honum trúr og sverja við nafn hans. Hann þinn lofsöngur og hann þinn Guð, sem hefur unnið fyrir þig öll þessi miklu og ógnvekjandi verk, sem þú hefur séð með eigin augum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkar gjörð. Síðari ritningalesturinn úr Rómverjabréfinu 12. kafla, versi 16 til 21. Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það und og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guðs að refsa eins og ritað Mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir Drottinn. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að éta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér Drottinn. Halleluja, ó
Þá heyrum við heilagt Guðspjall sem skrifað hefur Guðspjallamaðurinn Matteus. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði: Drottinn, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snartan og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþránni. Jesús sagði við hann: Gæt þess að segja þetta engum, en far þú, sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar Jesú kom til Kapernaum, gekk til hans 100 höfðingi og bað hann: Drottinn, sveinn minn liggur heima lami, mjög þungt haldinn. Jesús sagði: Ég kem og lækna hann. Þá sagði 100 höfðinginn: Drottinn, ég ekki verður þess að þú gangir undir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða að lúta valdi og ræði yfir hermönnum, og ég segi við einn: Far þú, og hann fer. Og við annan: Kom þú, og hann kemur. Og við þjón minn: Ger þetta, og hann gerir það. Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu honum: Sannlega segi ég ykkur, því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi ykkur, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en börn ríkisins munu útrekin í ystumirkur. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Þá sagði Jesús við 100 höfðingjan: Far þú, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lofs sé þér Kristur. Og þá játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen.
Lítil 5 ára stelpa sat við borð og var að mála mynd þegar pabbi hennar spyr hana: "Hvað ertu að mála?" Ég er að mála Guð, sagði stelpan hróðug. Það gæti nú reynst frekar erfitt, því það hefur enginn séð Guð og þess vegna veit enginn hvernig Guð lítur út, svaraði pabbinn. Þá lifnaði yfir stúlkunni. En frábært, pabbi, því að þegar ég verð búin að mála Guð, þá mun allir geta vita hvernig Guð er. Hvernig er Guð? Er til Guð? Hvernig verður Guði eiginlega lýst? Hvernig lýsum við þeirri reynslu þegar við teljum okkur finna fyrir Guði eða því guðlega? Þessar spurningar hafa fyllt mannlegri tilvist frá upphafi. Það er ekki til það mannlega samfélag þar sem fólk hefur ekki komið sér upp helgistað, altari eða athöfnum sem ætlað að tengja okkur við æðri kraft eða mátt. Og vissulega þessi þörf misdjúp milli fólks. En sálfræðingur sem ég spjalla við daginn sagði að sálfræðin var í auknum mæli að beina augum sínum að trúarlegri reynslu. Það væri ekki hægt að mæla Guð eða æðri mátt í sálfræðilegum rannsóknum, en hins vegar bæri að taka þá reynslu alvarlega sem fólk lýsir ósjaldan. Að það hafi orðið fyrir trúarlegri eða andlegri upplifun sem snerti djúpt við þeim og breytti lífið þeirra á einhvern hátt. Það er mænanlegt, reynsla sem fólk deilir. Athyglisvert er að sú reynsla er nær undantekningarlaust túlkuð af fólki sem jákvætt atvik í lífið þeirra. Það er, fólk sem verður fyrir trúarlegri reynslu lýsir því að líf þeirra hafi orðið betra fyrir vikið. Að upplifunin hafi haft jákvæð áhrif inn í líf þeirra. Túlkun hafi breyst, ný forgangsröðun átt sér stað, augun farin að sjá eitthvað nýtt, tækifæri en ekki hindranir. Einn sagði við mig eftir trúarreynslu: ég ákvað eftir það að hugsa í stað þess að fara beint í að hugsa af hverju ég, að velta því fyrir mér hvað er verið að kenna mér með þessu. Get ég einhvern veginn fært ljósin í þessar aðstæður þó erfiðar séu? Þegar ég hef málað Guð, geta allir vitað hvernig Guð er, sagði stúlkan litla. Biblían er fyrst og fremst lýsingar ólíks fólks, misjafns á rófi mannlegra tilfinninga og persónuleika sem skrifar reynslu sína af Guði. Biblían málar þannig myndir af því hvernig Guð getur birst og virkað. Í lexíu dagsins heyrum við lýsingu á Guði sem var byltingarkennt margt á ritunartímanum fyrir 3300 árum. Texti sem er skrifaður 13 öldum fyrir Krist. Ritarinn málar upp mynd af Guði lítilmagnans, Guði sem hallar ekki réttu máli, Guði sem stendur með útlendingnum, ekkjunni og munaðarleysingjunum, Guð hins smáa, en þar stendur skrifað: Guð, hetjan og ógnvaldurinn sem gerir engan mannamun og þiggur ekki mútur. Hann rekur réttar munaðarleysingjans og ekkjunar og sýnir aðkomumanninum kærleika og gefur honum fæði og klæði. Þið skuluð því sjálfir elska aðkomumannin því að þið voru sjálfir aðkomumenn í Egyptalandi. Það er í senn uppörvandi og dapurlegt að lesa þessi orð. Uppörvandi vegna þess að þau beina sjónum okkar að því að hvert einasta mannsbarn skiptir máli og okkur ber skylda til að horfa á hvert okkar minnstu systkina sem mikilvæga sköpun Guðs. En leið er það dapurt því að kristnir hópa hafa oft sinnis í gegnum söguna gert sér seka andúð á útlendingum, virtað vettugi flóttafólk eða dregið línu vegna trúar, siðhátta eða litarhafts. En ef þú ætlar að draga línu milli þín og hinna, búa til flokkadrætti og velja fólk eftir eigin skilgreiningum, andúð eða tilfinningum, þá skaltu muna
að Jesú finnur þú alltaf standandi með fólkinu hinum megin við línuna, sagði góðu guðfræðiprófessor einhvern tímann við mig. Og texti dagsins úr einni elstu bók Biblíunnar og undirstrikar þetta. Guði verður ekki mútað. Ekkjan, munaðleysingin og aðkomumaðurinn hefur sérstakan sess í augum Guðs. Í bréfinu til safnaðarins í Róm, sem myndast hafði á þeim það bil 24 árum sem liðið höfðu frá krossfestingu og upprisu Krist, þangað til apostulinn skrifar Rómverjabréfið, innifelur í sér áhrifamikla hvatningu. Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna, oftreystið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna, hafi frið við alla menn að því leyti sem það und og á ykkar valdi. En ef óvinnin hungrar, þá gefa honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gefa honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigraðu illt með góðu. Við eigum að teikna Guð með líf okkar. Ágústínus, leiðtogi kristinna manna í Norður Afríku fyrir 17 öldum, sagði eftir að hafa lesið Biblíuna spjaldan á milli að kristin trú snerist fyrst og síðast að elska og segja það með líf okkar. Eitt meginstef kristinnar trúar að hvergi birtist vilji og meining Guðs skýrar og betur en í fyrirmynd Jesú Krists. Orð Jesú og verk trompa þannig önnur orð Biblíunnar. Ágætt dæmi auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, sem víkur fyrir orðum Krist sem að fyrirgefa og biðja fyrir óvinum sínum. Og í Guðspjalli dagsins kemur svo ógnar skýrt fram að æðsta lögmál Krists kærleikurinn. Hann hittir holdsveikan mann, en holdsveikir á þessum tíma voru algjörlega einangraður hópur. Þeim var meinað að koma nær öðru fólki en sem nam 10 metrum og ef vindurinn stóð í átt að öðru fólki var fjarlægin alltaf 80 metrar. Holdsveikin var hræðileg. Dauðdaginn hægur, holdið visnaði og skrælnaði, raddblær breyttist, sviprigði og ásjóna fjaraði út með tíð og tíma. Engin sjúkdómur var jafn einangrandi og fullur þjáningar. En þegar holdsveiki maðurinn nálgast Jesú, mætti honum önnur viðbrögð en hann hafði upplifað árum saman. Í stað ótta, hræðslu og fyrirlitningar mætti honum augu samhygðar, kærleika og óttaleysis. Guð snertir við honum. Kristur teiknar okkur mynd af Guði sem mætir inn í vonlitlar, einangrandi og óttafylltar aðstæður með kærleika, lækningu og von. Lærdómur Guðspjallsins að ekkert lögmál eða reglur trompa kærleikan og þörfina fyrir að vera séður, snertur og umfaðmaður. Trúarreynsla og fullvissa hefur ekki opinberast öllum, en getur verið umbreytandi. Fólk finnur nýjan tilgang, fullvissu að þú sért einstök og mikilvæg sköpun Guðs. Ég var einu svona að vinna hjá KFUM&K þegar móðir hringdi í mig. En dóttir hennar hafði að vera á leikinámski hjá félaginu og hún hringdi til að þakka fyrir að hún hefði allt í einu séð barnið sitt fá aukið sjálfstraust og gleði. Þá var hún að hlusta á biblíusögu í kaffitímanum og leiðbeinandi segir við börnin að þau megi aldrei gleyma því að þau séu mikilvægi augum Guðs. Það enginn betri en þú. Þú skiptir óendanlegu máli í augum Guðs og þú átt rétt á því að taka pláss, njóta þín og blómstra. Það vilji Guðs með líf þitt. Upplifun móðurinnar var, dóttir mín bara skælbrosandi. Hún segir við mig, mamma, það enginn mikilvægari hjá Guði en ég. Og það svo gaman að sjá hana spegla sig í þessum orðum því að þetta hefur hún ekki upplifað í leik og starfi. Heldur þvert á móti verið undiroka og átt erfitt uppdráttar. En biblíusagan og fræðslan mynda á þennan mikilvæga boðskap. Ég vildi bara hringja og þakka fyrir þetta. Ég man að ég sveif næstu dagana að heyra þennan vitnisburð. Það var gott mótvægi við
gögnum og misgefandi úrlausnarefnum vinnunar. Hlustandi góður, við erum kölluð til að vera hendur Guðs hér á jörðu, ljósberar, saltjarðar, veita uppörfun og von. Ég get ekki lofað þér trúalegri upplifun eða fullvissu, en ég veit að þú tekur boðskap dagsins með opnum huga, hlustar á tónlistina sem ég hér sungin og leitast við að biðja fyrir óvinnum þínum og umvefja þig þannig kærleika. Ef þú einsetur þér að sigra illt með góðu, gerir það sem fagurt tekur á móti aðkomumanninum, minnist ekkjunnar, klæðir og fæðir hinn klæðlausa, að þá mun líf þitt fyllast birtu og tilgangi. Það málar mynd af Guði sem opnað getur augu þín og annara. Helgi Hálfdánason lýsir mátt trúarinnar vel í ljóðinu sem var sungið hér rétt áðan. Sú trú sem fjöllin flytur, oss fári þingstu ver, ei skaða skeiti bitur, þann skjöld ef berum vér. Í stormum lífs hún styður og styrkir hjörtun þreytt, í henni fólginn friður, sem fær ei heimur veitt. Ég bara káta barnið þitt, hvað annað, leik mér sæl við þetta eða hitt og finna lífið allt í kring leikfang mitt og ég lifi. Og á sólskinsgöngu heyri ég mitt hjarta syngja fögur lög kærleiksveg. Ég bjarta fegur lífsins fyllir huga minn og ég þakka. Guð minn, ég vil þakka þér allt sem þú gefur mér. Þú skilur alveg hvað ég með það mikils horfi ég á garðana og trén í blóma, hugsa svo börnin prúð og pen og róma, hve yndislegt það að vera til og ég Þá komið að bænastund hjá okkur hér í Lindakirkju og við höfum þann háttinn á að fólk sem kemur í kirkjuna getur staðið upp og kveikt á kerti
og tendra þannig ljós fyrir einhverju málefni eða mannesku sem því hugleikið. Það líka hægt að skrifa niður bænarefni og setja í lúgu á litlum kassa hér og trúfastur bænahópur biður fyrir því sem okkur berst. Og ég vil líka hvetja þig til að senda á Lindakirkja ef þú hefur bænarefni. Og á meðan á bænastundinni stendur er alltaf tónlist sem við getum notað á meðan bæninni stendur til að lyfta huganum hærra. Og ég vil hvetja þig, hlustandi góður. Kannski ertu að keyra, kannski á elliheimili eða spítala, von lítill. Hvar sem þú ert og hvað þú ert að gera, nýttu næstu mínútur til að lyfta huganum til Guðs og biðja fyrir því sem að þér hvílir á hjarta.
Guð, hjálpað okkur að beina kröftum okkar að því sem á okkar valdi. Að nýta tíman í að breyta því sem við getum breytt en sætt okkur við það sem við fáum ekki breytt. Hjálpað okkur að láta gott andrúmsloft fylgja okkur. Færa ljós þangað sem myrkur ríkir, von þangað sem óttinn þjakar, traust þar sem efasemdir nærast. Við felum þér öll þau sem kvíða morgundeginum. Þú þekkir glímurnar í dagsins amstri, veittu hugarró og styrk. Fylltu þau fullvissu að allt muni fara vel. Guð, við biðjum fyrir þeim sem líður illa og þjást. Veittu þeim von og styrk. Komdu til þeirra sem glíma við sjúkdóma og heilsubrest. Vaktu yfir lækna og hjúkrunarliði og gef þeim visku og styrk til að standa vaktina og hlúa að umvefjandi kærleika. Jesús, við felum þér börnin okkar, æsku landsins. Hjálpað okkur að reynast heim góðar fyrirmyndir. Styð þau til þroska og velfarnaðar. Vaktu yfir kennurum, þjálfurum og leiðbeinendum. Guð, komdu til þeirra sem að syrgja og sakna. Umveð minningarna þakklæti, gleði og lærdómi og vertu með þeirra sorgin nístir og einmannaleikin bankar upp á. Þakka þér fyrir að það verða endurfundir í heimi ljósins með þér. Allt sem á okkur hvílir, málefni og manneskjur, felum við þér í hljóðri bæn. Við sameinum bænir okkar svo í bæninni sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen.
Ef sorg ég finn og sál niður dregin, syrtir af og hjarta byrðar ber, þá býð ég þín og hljóðabæn þér sendi. Birtist þú og dvelur hér hjá mér. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég þín í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þótt lífið sjálft sé aldrei laust við angur, hvert órótt hjarta slög sín veiku slær. En þú kemur undra gleðjeg fyllist, þá auga skyggnast inn í eilíð fær. Þú styrk mér gafst að standa á fjallsins tindi. Þú styrk mér gafst að ganga úfinn sjó. Styrk ég finn í sterkum örmum þínum. Þú styrk mér gafst til meir en í mér bjó. Þú styrk mér